Einn angi rannsóknarinnar í Noregi beinir sjónum að því hvernig þetta var yfir höfuð hægt. Horft á það sem virðast vera veikar varnir og aðgerðir norska ríkisbankans DNB við peningaþvætti. 9,2 milljarðar króna streymdu frá kýpurfélögunum Esju Seafood og Nóa Pelagic til Cape Cod á meðan það var í viðskiptum við DNB frá 2010 til 2018. Frá nóvember 2019 birti Ríkisútvarpið fjölda frétta þar sem fjallað var rannsókn á DNB bankanum og að grunur væri peningaþvætti vegna viðskipta bankans við Samherja. Þannig var rætt við norskan skattasérfræðing sem sagði að mál DNB og Samherja væri mikið hneyksli í Noregi. Hinn 13. desember 2020 birtist svo löng fréttaskýring frá fréttamönnum Kveiks undir fyrirsögninni Skýringar Samherja dugðu ekki DNB. Orðið peningaþvætti kemur þar fyrir 10 sinnum. Rannsóknin beindist að peningaþvætti en hún leiddi ekki í ljós neina refsiverða háttsemi sem gæti leitt til ákæru og því var málið fellt niður. Samherji hefur legið undir þungum ásökunum vegna þessa máls. Fjölmiðlar hafa klifað á peningaþvætti og vísað til þessara rannsóknar í Noregi. Niðurstaða ríkissaksóknara Noregs niðurfellingu málsins sýnir að ekkert var hæft í þessum ásökunum. Ríkissaksóknari Noregs hefur fellt niður rannsókn á viðskiptum norska bankans DNB við félög tengd Samherja. Rannsóknin hófst á grundvelli upplýsinga sem komu fram í Samherjaskjölunum sem Wikileaks birti og fjallað var í fjölmiðlum. Ríkisútvarpið varði tugum mínútna af útsendingartíma sínum í umfjöllun peningaþvætti vegna viðskipta norska bankans DNB við Samherja. En þegar rannsóknin var felld niður í Noregi því hún leiddi ekki í ljós neina refsiverða háttsemi var ekki einu sinni sagt frá því í aðal fréttatíma sjónvarpsins. Ekki eitt stakt orð.